Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almátti og miskunn sami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpaðu okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Í Davíðs sálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen.
við allt sem og alls staðar óvin að sjá. Veðrin sofa á lind og við áttan grimm. Ég vil fría mig skelfingu frá í tíma og rúmi. Töfra ljóðin mín og tilbrigðin hljóma svo blíð. Líst ekki að ljúga, mig langar að trúa að ég hafi alla tíð verið vafin englum sem að vaka hjá. Meðan mannshjörtun bærast, þá huggun þar að fá. Þó að litsker sé veröld, þá veginn geng ég bein. Því vafin englum aldrei Svo ritar Páll postuli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlindur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Það sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljós
Svala líknar hönd og slökkt þú hjartans hamra hást sundur dauðans bönd. Svo vaknar hún með sól að morgni, svo vaknar hún með sól að morgni. Farðu í friði vina mín kær, Faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi verður þú nær, en aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Rísið úr sætum þið sem eigið auðvelt með það og heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Og þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. In glory,
Kæra fjölskylda og vinir, náð sé með ykkur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Amen. Leiðarlok. Að lokum eftir langan, þungan dag er leið þín öll. Þú sest á stein við veginn og horfir skygnum augum yfir sviðið, eitt andartak og þú munt minnast þess að eitt sinn endur fyrir löngu, lagðir þú upp frá þessum sama stað. Þannig yrkir Steinn Steinar. Og skáldið veltir fyrir sér þeirri ferð sem mannsævin er og undir niðri brennur spurningin tilgang og merkingu, þó ekki sé það sagt berum orðum. Í ljóðinu sest maður niður og lítur tilbaka yfir farinn veg sem leið er vegurinn heim. Og það sem gerðist á veginum er ekkert annað en það sem að þú komst að. Sumt var að þínum vilja og annað ekki. En það varst þú og engin annar sem tókst á við það allt. Hann nefnir ekki Guð, en við megum vel gera það. Því rétt eins og allt á sér upphaf í Guði, þá er hann líka loka takmarkið. Allar góðar gjafir þiggjum við af Guði. Frá honum er allur kærleikur kominn og til hans liggur leiðin þegar að þessari lífsgöngu lýkur. Þegar við kveðjum látið samferðafólk, þá lítum við öxl og þökkum fyrir að hafa fengið að vera samferða á þessari leið. Í dag kveðjum við mæta konu sem fékk að lifa alllanga ævi og hún snerti líf margra á þeirri leið. Ævi hennar eins og ævi okkar allra er þó aðeins merki þess að ekkert varir nema Guð. Jesús Kristur hefur sagt að hann muni ekki glata neinu af því sem Faðirinn gefur og þar á hann við okkur, mannanna börn. Kærleikur hans varir að eilífu, rétt eins og ást móður til barna sinna. Við biðjum góðan Guð að blessa okkur þessa stund hér í kirkjunni og allar minningar sem henni tengjast. Sigríður Hanna Þorbergsdóttir fæddist á Brenniborg í Lýtingsstaðahreppi þann 7. maí árið 1941 og lést á heilbrigðisstofnun hér á Sauðárkróki þann 21. janúar síðastliðinn. Foreldrar hennar voru Þorbergur Þorsteinsson og Guðríður Helga Hjálmarsdóttir. Sigríður sem alltaf var kölluð Sirrí var næst yngst af 4 systkinum sem náðu fullorðins aldri. Elst er Anna Björg og yngstur er Tryggvi, hann lést í mars á síðasta ári. Þorsteinn og Indriði létust í bernsku. Þegar Sirrí var 4 ára gömul flutti fjölskylda hennar að Sauðá og þar ólst hún upp. Þá var Sauðárkrókur töluvert minni að umfangi en núna og Sauðá var býli á svipuðum stað og þar sem dvalar heimilið stendur nú. Sirrí gekk í barnaskóla hér á Sauðárkróki og lengri varð skólaganga hennar ekki. Hún fór ung að vinna eins og oft tíðkaðist á árum áður og snemma kom í ljós að hún var harðdugleg. Hún var í sveit á sumrin, 2 sumur var hún á Sjávarborg þar sem hún gætti barna, hún var 2 sumur á Ytrahólmi við Akranes og 1 sumar í Eyjafirði. Sirrí var á 15. ári þegar hún fór suður í Sandgerði á vertíð. Það þætti líkast til bratt í dag að senda barn milli landsluta á þess slags vinnustað. En Sirrí naut þess að vera í fylgd með Önnu, systur sinni,
og þær fóru saman á nokkrar vertíðir eða þar til Sirrý var komin tvítugt. Þá réði hún sig sem starfsstúlku á sjúkrahúsið í Keflavík. Svipað leyti varð hún ófrísk af sínu fyrsta barni, Ástríði. Hún fædd 1962, faðir hennar Eyjólfur Herbertsson. Sirrý flutti með Ástríði 3 mánaða gamla hingað á Sauðárkrók og hún átti heimili sitt hér alla tíð, síðustu 40 árin að Víðigrund 14. Árið 1970 hóf Sirrý sambúð með Emil Vilhjálmssyni en þau slitu samvistum árið 1984. Börn þeirra eru 3, fædd á 4 árum. Elst Heiða, fædd 1970, Einar Vilhjálmur fæddur 1971 og yngstur Helgi Þór, fæddur 1973. Barnabörn Sirrýjar eru 10, 1 þeirra látið og barnabörnin eru orðin 12. Sirrý vann ýmsa vinnu gegnum tíðina. Til dæmis vann hún á saumastofunni Klikkon sem var hér í bænum til skamms tíma. Þar líkaði henni vel og fannst raunar svo gaman að sauma að henni fannst hún ekki vera að vinna. Lengst af starfaði hún hjá fiskiðjunni sem nú heitir Fisk Seafood og þar lauk hennar opinberu starfsævi. Sirrý var glaðsinna kona og átti auðvelt með að sjá spaugilegu hliðarnar á tilverunni. Hún var mikill húmoristi, stríðin, snögg til svars og lét engan eiga neitt hjá sér. Hún var mikill dýravinur og átti oftast einhver dýr, eins og páfagauka, kísur og hunda. Sirrý fékk ýmsa hæfileika í vöggugjöf. Hún hafði gaman að tónlist og þegar hún var ung spilaði hún á gítar og söng. Sirrý var mikil hannyrðakona, flink í höndunum og skapandi. Hún bólstraði húsgögn, málaði og gaf ýmsum hlutum nýtt líf með því að gera við þá, jafnvel hluti sem í fljótu bragði litu út fyrir að vera ónýtir. Hún var lagin saumakona og afkastamikil prjónakona. Eftir að hún hætti að vinna, prjónaði hún ófáar lopapeysur fyrir handprjónasambandið. Sirrý var fremur hlédræg, sjálfri sér nóg og afar heimakær. Heimilið var hennar staður. Hún hlustaði á fréttir, fylgdist vel með því sem var að gerast, prjónaði og sinnti sínu og sínum. Fyrir tæpum 10 árum fór sjónin að versna og kom í ljós að hún var með krabbamein í auga sem ekki var hægt að gera neitt við hér á landi. Sirrý sem aldrei hafði til útlanda komið fór í kjölfarið 4 ferðir til London til lækninga. En það dugði ekki til og henni fannst mikill missir þegar hún hafði ekki lengur sjón til að stunda handavinnuna sína sem var hennar helsta dægra dvöl. Sirrý var traust manneskja sem hlúði að sínu. Hún var stoð og stytta barnanna sinna og klettur fyrir alla fjölskylduna. Hún var góð móðir og ekki síðri amma sem naut þess að dekra við ömmubörnin og leika við þau. Hún var nýjungagjörn og óhrædd við að pröfa eitthvað nýtt. Þegar elsti ömmudrengurinn eignaðist Nintendo-tölvu var hún fljót að komast upp á lag með að spila tölvuleiki við hann og höfðu þau bæði gaman að. Sirrý var trúuð kona og hún var næm. Hún skynjaði eitt og annað sem hvorki aðrir sáu eða heyrðu. Á árum áður spáði hún í bolla og lagði spil fyrir vini og kunningja. Svo fór að ásókn í spádómana varð meiri en góðu hófi gengdi, eða meiri en hún kærði sig Síðustu misserinn fór heilsa Sirrýjar hrakandi.
Hún var hörku tól og þannig gerða hún var ekki vön að kvarta eða barma sér. En í lok árs kom í ljós að hún var komin með ólæknandi krabbamein í lungu. Engin veit hvað honum útmælt af dögum og fáum vikum síðar var jarðvistargöngu hennar lokið. Guð tók hana í kærleiksfaðminn sinn og leysti hana frá þrautum. Við kveðjum þessa mögnuðu konu með trega og tárum, virðingu og ómældu þakklæti fyrir líf hennar og starf. Allt sem hún gerði, allt sem hún kendi og allt sem hún gaf. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi. Hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi minningu Sigríðar Hönnu Þorbergsdóttur og Guð blessi þig sem þetta heyrir. Amen. Ég flytt kveðjur frá fólki sem gat ekki verið með okkur hér í dag. Samúðar kveðjur og þakklæti senda Ástríður Eyjólfsdóttir sem segir: Guð geymi þig, mamma. Elsku amma og langamma, takk fyrir allar skemmtilegu stundirnar sem við áttum. Við kveðjum þig með kærleika. Helgi Marteinn, Sirrí Róberta og Baltasar Leví. Senda ættingjum og vinum Sirríar frænku innilegar samúðar kveðjur, sérstaklega þeim Ástu, Heiðu, Villa og Helga. Hugur minn hjá ykkur, Anna, Óskar og börn Ítalíu. Og innilegar samúðar kveðjur til fjölskyldunar senda Dóra og Robin, Frakklandi. Einnig Sigríður Fjóla, Brynja Hjarðar, Guðríður Helga og Elvar Þór og þeirra fjölskyldur. Ingi Svanur vottar fjölskyldunni dýpstu samúð og hlýjar samúðar kveðjur senda Rakel, Birta og Ásdís Elma. Og að endingu sendir Fisk Seafood innilega samúðar kveðjur til fjölskyldunar og þakkar fyrir störfin hennar, fyrir fyrirtækið og samstarfið. Og eins og kemur fram í sálmaskránni okkur kirkjugestum boðið að þiggja veitingar á Kaffi Krók á eftir í efri salnum.
Þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Sigríði Hönnu Þorbergsdóttur, systur okkar sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrktu þau öll sem hér kveðja og veittu þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Drottinn hefur kennt og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Steinum á mér, svo
rísið úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Drottin minn gefi dánum ró en hinum líkn er lifa. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.